Ein af áskorunum sem fólk tekst á við eftir að hafa klárað krabbameinsmeðferð að fara aftur til vinnu. Eftir svona veikindi að þá fólk kannski ekki með sömu starfsgetu og áður. Það ekki sama orka og fólk hafði fyrir veikindin og oft þarf að hafa það í huga þegar endurkomandi vinnu er skipulögð. Gott getur verið að velta fyrir sig hvort að það væri gott að byrja kannski í minni prósentu og auka svo við hægt og rólega. Einnig getur verið gott að skoða hvort það væri hægt að vinna að öðrum verkefnum, hvort það væri hægt að fá frekar styttri verkefni heldur en löng verkefni sem reyna kannski minna á eða eru minna krefjandi. Jafnvel getur verið gott að skoða bara hvernig starfið er kannski orku frekar að vera í samskiptum við kúnna til dæmis heldur en að vera tilbaka til hægt að breyta verkefnum á þann hátt að það reyni minna á svona fyrstum sinn á meðan fólk kemur tilbaka í vinnu og svona prófa sig áfram og það getur verið betra að byrja í rólega og vinna sig upp aftur. Það að fara aftur til vinnu getur líka haft áhrif á getu fólks til þess að sinna til dæmis endurhæfingu, vera með fjölskyldu og vinum og svo framvegis að það þarf að finna þetta jafnvægi sem svo mikilvægt í þessu ferli. Þó að maður sé kannski ekki líklegur til þess að taka þátt í því sem fólk að gera fyrir utan vinnu, þá margir sem vilja samt fá að vera áfram inn í samtalinu, fá boð, það finnst mörgum betra að fá boð og geta þá neitað og ekki mætt heldur en að kannski vera ekki boðið, þannig að það líka mikilvægt að hafa það í huga að hafa fólk ennþá inn í samtalinu, þannig að fólk sé ennþá hluti af starfshópnum. Þó það kannski hafi ekki sömu getu til þess að mæta í viðburði og þess aftar eins og það gerði fyrir.